Fyrir fyrirlesturinn í dag TypeScript og við ætlum að skoða hvernig það virkar og við ætlum að nota það síðan í verkefni 6 og í hópverkefni 2 en TypeScript sem sagt upprunnið mjög ungt þannig séð en það sem sagt var gefið út fyrst árið 2012 fyrir minna en 10 árum síðan sem bara merki það núna þegar við nálgumst svona nútíman hversu hratt allt að gerast og þetta það var eitthvað notað og það var svona fólk var ekki alveg viss hvort að þetta væri sniðugt og eitthvað svona ég var lengi vel ekki í þeim hóp sem fannst þetta sniðugt en er þar núna og þetta sem sagt TypeScript unnið af Microsoft og byggir á þeirri reynslu sem Microsoft hefur af C# og við það að vinna svona svipaða virkni og JavaScript með svona UI forritun sem mikið event drifin með asynchronous virkni mikið til dæmis eins og async await bara syntaxin kemur beint úr C# og var championaður af Microsoft í gegnum TC39 hópinn sem sér að staðla JavaScript hjá ECMAScript hjá ECMA. Þetta gekk svona svolítið brösulega fyrstu árin. Það var eitt stórt verkefni sem tók þetta að sér sem Angular sem unnið af svona verkefni sem unnið undir hatt Google og svona hefur alltaf verið svona svolítið skringilega staðsett þar og lenti í smá brasi þegar Angular 0, eitthvað útgáfur voru svo mikið notaðar og síðan komu útgáfur 1.0 og sem var ekki backwards compatible en gerði það verkum að það var mikið fólki sem var búið að setja mikið púður í að vinna Angular verkefni og svo gat það ekki í raun migrata verkefni sín það þurfti bara að endurskrifa þau ef þau vildi nota nýjustu útgáfurnar og þetta var svona, þetta var skrítið allt saman, en síðan gerist eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega hvað það var, hver það var sem var katalystin í því að árið 2018 þá bara varð TypeScript allt í einu mestum talaðasta forritunarmáli bara á vefnum og það rauk upp og hefur í raun ekkert stoppað síðan og í raun orðið þannig að flest þau verkefni sem að maður að byrja ný í dag eða að fara inn í svona eru skrifuð í TypeScript. Þannig að ég var búinn að velta fyrir mig hvort ég ætti að byrja aðeins fyrr á þessari yfirferð en taldi að það væri kannski ekki það væri nóg í bakka fulla lækin að bera vera að bæta við og ná okkur þannig að við tökum þetta núna svona í lokin en það sem að TypeScript gerir í grunninn svona einfalt til að byrja með. Þetta svona einfalt koncept sem bara það að við erum með dynamically typed forritunarmál sem JavaScript. Hvað ef það svo væri ekki? Hvað ef það væri statically typed? Og hvað ef við myndum bara bæta við syntax sem leyfir okkur að bæta við þessar típum á breytunar okkar og við getum einhvern veginn skrifað eitthvað compiler sem myndi í raun athuga þetta á compile tíma eða build tíma og síðan út frá þessu þá spinnst upp þetta ef við komum típu hvað við fengum interfaces, generics og fleiri svona hluti sem eru í bæði C# og í Java. Þannig að þið eitthvað sem hafa forritað í Java sem eru flest eða C# þá þetta svona ýmis kunnugleg koncept þarna og TypeScript sett þannig upp að það superset af JavaScript sem þýðir þá að öll JavaScript forrit eru gild TypeScript forrit og þetta bætir við þessum syntax sem leyfir okkur að skilgreina típur og interfaces, generics og fleiri. En þetta þýðir þá líka að það þarf að þýða að transpæla úr TypeScript yfir í JavaScript. Þannig að við þurfum í raun að vera með einhvern þýðanda ég held geti skrifað bara túlkur næst. Túlkur, þetta þýðandi. Þetta ekki túlkað á keisatíma, þetta þýtt á compile tíma, þannig að þetta eins og að vera með compiler sem að breytir kóðunum okkar yfir í JavaScript sem við síðan keyrum. Og það önnur skráarending fyrir JavaScript, þannig að við erum ekki með .us heldur .ts fyrir TypeScript
og svo ef við erum með þetta með skrá sem innihalda JSX, þá setjum við TSX. Uppsetningin er þá þannig eins og með bara öll tól í þessum heimi okkar, JavaScript heimi, er að við keyrum npm install eða yarn add og við bætum við TypeScript þýðandanum hérna og síðan getum við keyrt TypeScript compiler á TypeScript skráðunar okkar og síðan keyrt það með þá nót. Þannig að þá erum við búin að þýða úr TypeScript yfir í JavaScript hérna, þannig að þetta hérna mun búa til index.js skrá sem við getum síðan keyrt. Þannig að við keyrum ekki beint þarna, heldur við þurfum alltaf þetta skref á milli. Þannig að við erum með þetta þýðingarskref sem er svo sem ekkert nýtt fyrir okkur, við erum búin að vera með þetta í ýmsum öðrum tólum og þetta er svona einfaldasta leiðin. Þetta eru þessar 3 skipanir sem við þurfum til að geta byrjað að nota TypeScript, en svo eins og með margt annað sem við séum, þá þurfum við í raun að setja upp svona einhverja tólakeðju, einhver skrift sem hjálpa okkur til að geta keyrt þetta fyrir stærri verkefni. Og skoðum það svo sem á eftir, en þegar við erum að nota TypeScript þá getum við stillt, ég veit ekki af hverju ég skrifaði túlkana, en þetta er eitthvað gammalt sem ég gleymdi að laga núna í vikunni, en þá getum við stillt ýmsa svona virkni og þá getum við gert í tsconfig.json, þannig að það er strax byrjað, það er komin config skrá og það eru ýmsar stillingar í boði og við getum stillt þessu þannig að við getum í raun verið að keyra verkefni sem við getum verið að skrifa í TypeScript sem virkar bæði í bakendanum okkar, hvort sem við erum að nota bara Node.js eða Node.js plus Express eða eitthvað annað og fyrir JavaScripti sem að keyri síðan á clientnum. En það er í tsconfig eru ýmsar stillingar og þær eru þá aðalega þær að við erum með einhverjar compiler optiona sem eru þá bara optiona sem við sendum inn í compilerinn sem við getum stillt hérna eins og hvernig module system við erum að nota, hvort við leyfum einhverja ákveðna virkni og svo framvegis, einhverju svona detailar sem við þurfum ekkert að spá mikið í núna þegar við erum að byrja en geta skipt okkur máli þegar við erum orðin að sjóða í þessu. En það sem er kannski mest mikilvægt í þessu er í raun og þarna skilgreinum líka hvaða skrár við erum að þýða og hvaða skrár við erum ekki að þýða. Þannig að það er í raun leið við skilgreinum tsconfig þá erum við hægt að vera eitthvað bara að gera þetta svona á command-línunni eins og hérna og við erum í raun farin að keyra þetta í gegnum eitthvað config skrá. Og þá þurfum við í raun að skilgreina bara þegar við keyrum að við viljum keyra þetta sem project og að þetta sé config skráin fyrir projectið okkar. Eitt af því sem við getum stillt þarna er virkni í TypeScript sem heitir strict mode og ég allavega er fylgjandi því og held að það sé bara hollt yfir höfuð sama hvað maður er í að læra hluti að temja sér góð vinnubrögð frá byrjun og það er eitthvað sem að strict mode leyfir okkur að það keyrir þýðandan með reglum sem passa upp á að forritið okkar sé réttara. Það gefur okkur ekki afslátt á því að við gætum hugsanlega verið með einhverja villu eða við sleppum því að gefa einhverju ákveðna týpur. Þannig að án þess að vera með kveikt á strict mode þá erum við í raun bara að bæta við typing sem að hjálpa okkur við að sjá hvernig við búumst og svona en við erum ekki að fullu að nýta það að ég segi þetta fall hérna, það tekur við streng en svo sendir eitthvað annað streng og þá svona, ok, látum þetta slæta eða ég skilgreini bara þetta fall tekur við breytu sem heitir name en ég skilgreini ekki hvað típan er gæti verið tala, gæti verið boolean, gæti verið strengur ég veit samt implicitly að þetta á að vera strengur en ég skilgreini það ekki og TypeScript er bara ok, fine og að byrja að nota svona einhverjar ódýrari leiðir eða svona minna rigorous aðferðir til þess að eins og bara að segja hérna ok, fine, sleppum þessu það veldur því bara við erum í raun þetta verður svona það er meiri líkur á því að við verðum löt þannig að við kveikjum á strict mode og við lærum þetta þá verður þetta verður bara
okkur verður þetta tamt að nota þessa virkni svona og forritin okkar verða réttari og betri fyrir vikið. Og það er sem sagt ákveðnar reglur sem kveikt á. Það er það að forritin okkar verða alltaf að vera strikt og þetta er þá sama við munið að við setjum use strikt efst í skrárnar okkar sem að í raun kveikir á ákveðnum fyrir túlkin, fyrir JavaScript túlkin. Og svo er það má ekki nota implicit any, þannig að við getum ekki sleppt í að skilgreina til dæmis eins og er eitthvað fall sem tekur breytu sem heitir s. En ef við erum með kveikt á þessu no implicit any þá verðum við að setja típu. Þá verðum við í raun að setja annarkvort any, en það er síðan annað sem við slökum á, við leyfum ekki any. Að það er að setja típuna hérna. Og fyrir this, þetta hjálpar okkur líka við það. Og það er svona ákveðna hluti eins og að kalla í föll sem eru með call. Þá getum við ekki sendt inn vitlausa, erum við að senda inn boolean, það sem er vissulega hægt að sjá og svo það er það sem þessi compiler, TypeScript compiler gerir. Hann skoðar forritið okkar með static analysis og hann sér út, hann kemst að því í raun hvaða týpur ætti verið að nota þarna og hvaða týpur við erum síðan að nota þarna. Og er hægt að sjá út að það er false sem er verið að senda inn í eitthvað sem á að vera strengur. Þannig að það er ekki leyfilegt. Og fleiri svona hluti sem að gera forritin okkar réttari. Þannig að ef við skoðum bara svona hvernig þetta lítur út, þá erum við bara með í raun eitthvað sem er mjög kunnulegur kóði, nema að nema að við erum með, það er eitthvað komið eitthvað nýtt hérna. Það er komin hérna einhver tvípunktur, kemur kennslihundurinn, kíkir á okkur. Það er komin hérna einhver tvípunktur á eftir fallinu okkar og string og þá erum við að segja að þetta það er eitthvað eðislind, eitthvað með kjaft hérna, en það segir að þetta fall ætlar að skila streng og það er með einhvern parameter og þá sjáum við því að VS Code verandi frá Microsoft er mjög all in á TypeScript og það er í raun þessar hluti sem við höfum verið að sjá svona þegar við höfum verið að hover yfir og svona að það eru einhverjar svona týpur sem eru inferred að mestu leyti nema núna getum við farið að skilgreina þær sjálf rétt út frá því hvað forritið okkar vill. Þannig að erum við með name sem any sem þýðir það tekur bara við, það er bara hvað sem er en skila streng. Þannig að ef ég fjarlægi þetta núna og fer yfir þá er það ennþá strengur út af því að type inference í TypeScript segir að það er vissulega bara að skila streng þannig að þá er þetta bara strengur. Þannig að ef ég segi if name jafnt og x return 1 þá breytist típan og þá er þetta aftur type inference að núna er annarkvort skila streng og svo kemur þessi pípa er þetta að halda þessi pípa hér sem þýðir að þetta er strengur eða akkurat gildið 1 út af því að ég skila gildinu 1 og ef ég held áfram og ég setja eitthvað x í seta þótt að þá í raun breytist þetta ekki að því að ég gerði ekki neitt annað svona og þá er þetta segir hún til hvað er að koma út. Þannig að þannig er tölvan eða þessi þýðandi að hjálpa okkur með því að sjá þetta er vissulega það eina sem getur komið út. Þannig að þegar við erum að skrifa síðan forrit og gleymum því hugsanlega, já við máttum bara senda þetta. Já þetta er það sem getur komið út og við gerum ráð fyrir eitthvað annað sem getur gerst í svona dýnamísku forritunarmáli að þá bendir tölvan okkur á það, þetta er það sem er að koma og svo þegar við erum með strikt að þá er verið að segja, þú ert að senda inn streng og það er bara tala sem má koma eða þú ert að kalla í eitthvað sem verður að taka við þessu gildi og þú ert ekki að senda það. Þannig að það er undefined, en það er implicitly undefined og því við senda það ekki inn, en það er ekki búið að merkja að breytan eigi að vera undefined, megi það. Þannig að þú ert að fara að lenda í vandræðum, þú lendir ekki í henni núna, en einhvern tímann í framtíðinni
í keisluumhverfi hjá notanda mun koma upp þær aðstæður sem að valda því að forritið fari í eitthvað villustate. Þannig að við erum svona að fá best of both worlds hérna. Við erum að fá static typing og við erum að halda okkur í þessum JavaScript heimi sem er í með öllum þeim tólum og tækjum sem við höfum lært að elska eða hata eða bæði. Þannig að þetta er svona í grunninn það sem að TypeScript gerir, er að bæta við þessum típum. Þannig að ég get sagt hérna ef ég vil vera með þetta á hreinu, hvað ég er að senda, þá get ég sett típuna bæði á fallið mitt og á argumentin sem kom inn. Hérna er eitthvað ESLint, ég veit ekki hvað þetta var, ég held að ég laga þetta. Þannig að núna setti ég þetta hérna sem string, þannig að áðan var þetta ekki típað, en leið ég set string hérna, þá fæ ég hérna upp villu. Argument of type number is not assignable to parameter of type string. Þannig að hérna er ég farin, þetta getur verið einhver annars sem ég er að nota fallið, en hér fæ ég í raun þetta type checking sem hjálpa mér þá við að skrifa réttara forrit. Og núna hef ég vist þetta og ég keyri núna tsc, hendi hérna þessu skjali, index ts, þá fæ ég bara villu. Ég get ekki, hún reynir að gera það hérna, en hún skilar þessari villu, hún býr til kóðan, en hún skilar villu í compile tíma sem segir argument of type number is not assignable to parameter of type string. En ef ég fjarlægi þetta sem sagt lagar villuna, en við heldur samt villunni, ef að þetta ætti vissulega alltaf að vera strengur. Þannig að núna hverfur villan, að þetta er eitthvað sem að væri ekki leyfilegt í strict mode. Þannig að við setjum hérna þetta að vera strengur, string, og lögum þetta, kallum í þetta með streng, og núna erum við í raun með þetta í lagi, og svo getum við sett hérna sem tölur, þannig að við getum búið til fall sem tekur við tölu og skýra tölu, eða við getum sleppt þessu og út frá notkun þá inferar TypeScript í raun hvað típunar eiga að vera, út af því að við köllum í þetta hérna með einum og einum eða hérna, en þetta er svona það er betra að vera explicit en að vera implicit, þannig að við viljum skilgreina típunar okkar bæði breytunum og í föllunum. Síðan erum við hérna með annað dæmi og þá er það hérna, hvað gerum við núna þegar ég er með einhvern hlut. Nú erum við einhvern hlut hérna og það pikkar upp TypeScript hérna segir name er property á hlutnum og það er greinilega strengur og því ég notaði streng hérna. Þannig ef ég bæti við hérna age 1 og þá er það number. En síðan hérna erum við með bara eitthvað person, en nú eru 50% líkur á því að þessi persóna sé null og þá myndi ég fá í raun keislu villu hér, af því ég var með null og ég var að ná í name að null og ég fengi bara null reference villu. Þannig að þetta er eitthvað sem að eins og TypeScript er ekki að banna okkur og bjarga okkur frá að gera þessa villu. En að nota strict mode gerir það. Þannig að ef við skoðum aðeins meira og skoðum síðan hvernig við keyrum þetta svona almennilega. Já, og svo linting, að TSLint var upphaflega til sem project og var þá í raun bara algjörlega sér linter fyrir TypeScript, en svo náttúrulega komst fólk að því að þetta er eiginlega bara nákvæmlega sama í grunninn að reglurnar þú ert að keyra fyrir ESLint, nema þú ert bara með, þú ert annan parser til þess að geta skilið TypeScript, þannig að það var í raun farið í það og nú er búið að deprecata þetta TSLint, þó séu ennþá forrit sem notaði einhvers staðar úti, en það er hérna deprecated og það er búið að folda þetta inn í ESLint, þannig núna er ESLint í raun bara með svona uppskriftavef eða svona tól sem að við getum farið og sótt hérna og þá getum við fyllt þessum hérna reglum þessari uppskrift, sækjum hérna þennan TypeScript ESLint parser og TypeScript og svo TypeScript ESLint plugin og þá getum við hérna þá getur ESLint parsað TypeScript kóðun okkar og pluggað hann síðan inn í ESLint kerfið og þá getum við nota allar reglurnar sem eru í ESLint í TypeScript.
uh, en eftir að við erum búin að nota þessar primitífu týpur þá þá eru náttúrulega svona þessar komplex týpur eins og ég var að reyna að búa til einhverja person sem átti þessi name og age og það er ekki bara, við viljum í rauninni geta gefið þessari týpu eitthvað nafn og síðan í framhaldinu þá, þegar við erum með types þá viljum við vera með interfaces sem eru þá leiðið til að skilgreina óháð svona bara eina unit af einhverju sem að er í rauninni ekkert hægt að breyta og svo getum við verið með týpur sem að útfæra í rauninni mörg interface eða við erum með föll sem útfæra mörg útfæra interface og fáum þá frekari svona object-oriented pælingar þarna inn og síðan þegar við erum að nota eitthvað svona stærri library eða bara nota Node og við erum að nota Node bara í einhverju dagstæðlegri vinnu að við fáum þá í rauninni týpur og typing fyrir allt það sem að Node er að skila okkur. Ef við kallum í FS read file, hvað er það sem við þurfum að senda inn? Við þurfum að senda inn file path og svo einhvern options hlut eða encoding string og hvaða options hlutur hann að vera og svo framvegis. Þannig að þarna fáum við í raun type, við fáum type completion þegar við erum að skrifa, við getum gert fs.eitthvað og við fáum í öll möguleg föll og þegar við sendum inn í þá fáum við öll möguleg gildi á mögulega hluti sem eiga að fara inn í fallið. Þannig að þetta er bara eigur gleði okkar við það að forrita pluss það að passa upp á að við séum með réttari forrit og þá getum við bæði fengið eitthvað við fáum ákveðið með TypeScript og með umhverfinu sem við erum notað eins og í VS Code og það er svona ákveðið bara innbyggð virkni en síðan þegar við erum að nota TypeScript compilerinn með einhverjum pakka og ef pakkin notar ekki svona hvað heitir það de facto staðal það hvernig við skilgreinum týpurnar okkar hvernig pakkar expose týpurnar sínar og þá veit TypeScript compilerinn ekki í raun hverjar týpurnar á föllunum eru og þá er í raun til project sem að leyfir okkur að sækja þessar týpur þanga til að projectið skilgreinir það sjálft og inni eru þetta er örugglega það project sem er með flest commit á GitHub 75.000 commit og það er það þannig að ef maður fer inn í types möppuna þá eru 6.576 entries hér og hér er bara búið að setja fyrir bara alls konar pakka á internetinu í NPM bara týpur fyrir þá. Þannig hérna er alios og þetta er eitthvað og hérna er í raun .d.ts sem er í raun definition skrá fyrir týpurnar á þessu og hér er bara eitthvað búinn að segja, hér er eitthvað library, þetta eru týpurnar fyrir það, ég er búinn að skoða kóðan og þá get ég sótt týpurnar fyrir þetta og notað í forritinu mínu og fengið typing. Og þá er þetta oft á tíðum þannig að ef við erum að nota eitthvað pakka sem er í raun ekki með þekktar týpur, exposar ekki týpurnar sínar, þá fáum við í raun eitthvað import foo from foo og þetta er ekki til í node modules, þá myndum við fá villi sem segir ég veit ekki hvað týpur foo exposar, gæti verið að þú þurfa að sækja @types foo, keyrðu það með npm install í bla bla bla, þá sækjum við í raun týpurnar að vera til, en annars í raun þurfum við að gera, þá fáum við frekari leiðbeiningur það hvernig við erum að opta út úr því. Og þetta er þetta d.ts sem er svona declaration files sem eru skilgreindar í TypeScript og svipar til svona header skráa í C, þar sem þú ert í raun að skilgreina í raun shapeið á forritinu þínu. En við getum síðan búið til okkar eigin týpur og þá bara types og þá passa TypeScript upp á það að allir forritinu okkar, allir kóðun okkar í raun passi við þessar týpur. Og í grunninn höfum við primitive týpunar á JavaScript, function, number, string, boolean og object. Og við getum búið til þessu flóknari týpur, komplex týpur. Og eins og ég sagði áðan, þá er þetta type inference til að giska á ef við erum ekki að skilgreina eitthvað sérstaklega, en við ættum alltaf að gera það og vera explicit. Síðan getum við notað bracket array shorthandið til að setja á eftir týpunu til að skilgreina að týpan eigi að vera fylki. Það sést líka oft array
minna en, típuheitið stærra en til þess að skilgreina típur. Það er einhver semantískur munur þarna á, en í grunninn núna þegar við erum að skoða þetta þá er þetta jafngilt. Þannig að það er hægt að skoða þessa 2 kafla í TypeScript handbókinni sem er þá fyrir Everyday Types og More on Functions til þess að fá þennan yfirgrip yfir típurnar, interfaces og hvernig við skilgreinum functions og hvernig við skilgreinum skilagildi þar. Og þá erum við bara með þetta sem við vorum að skoða áðan. Og svo er það þetta any sem er svolítið bastardur í TypeScript og var í raun að ég myndi, og er hægt að færa rauk fyrir svona hönnunarmistöku í því þegar TypeScript var búið til, að til þess að auðvelda svona upptöku eða byrja að nota TypeScript, að þá var búin til svona any típa sem er í raun svona escape hatch úr því að vera að actually að nota típur yfir í það að segja bara eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er bara any, þetta er hvað sem er. Og þetta er þá allt frá því að vera null yfir í að vera object með 100 property að vera bara flóknast object sem það séð. Skiptir ekki máli, any, það bara getur verið hvað sem er. Og það er ennþá svolítið í þessar TypeScript handbókinni svolítið laust í reipunum hvað þetta any er, og það er bara eitthvað, any type is useful when you don't want to write out a long type just to convince TypeScript that a particular line of code is okay. Af því að, jú, ef við erum með einhverja flókna típu skilgreiningu og við erum ekki með það á hreinu í raun hvað við erum að reyna að segja tölvunni sem er alltaf náttúrulega super explicit og allt verður að vera 100%. Af hverju ættum við þá að bara gefa því, bara segja þetta er of flókið, ég ætla bara að sleppa þessu. Ég ætla bara að gera þennan flókna hlut og vona það besta. Af því að þegar við erum komin á þann stað að þetta er það flókið að við erum í raun að sjá lenda í einhver svona vandræðum, þá erum við alveg að gera eitthvað hlut sem er mjög flókin og þá viljum við vanda okkur. Eða þá að við erum að gera hlutin oflókin og við viljum reyna að einfalda hann. Við viljum einhvern veginn svona vinda ofan á honum og svona brjóta hann upp, skipta upp verkefninu, gera eitthvað til þess að í raun halda utan flækjustigið. Af því það að manage flækjustig er bara eitt af okkar aðal verkefnum, bæði fyrir okkur í framtíðinni og fyrir þau sem eru með okkur í verkefnum. Að í raun gera þannig að hlutinni séu læsilegir og skiljanlegir og þurfa ekki langar og flóknar útskýringar bara til þess að komast að já, þú ert að lesa skrá og skrifa hann svo aftur niður. Þannig að strict mode fer gegn þessum hugsunarhætti og passar upp á við sem nákvæma passasum og það er samt hægt að nota any, það er alveg case fyrir þetta, til dæmis eins og ef við erum að sækja eitthvað JSON og ætlum að passa það yfir í einhvern hlut og við vitum ekki alveg hvernig þetta verður, þannig að við getum sagt það sem kemur úr JSON-inu er any, en það er samt sem aður, það er svolítið hættulegt því þá bara getum við gert hvað sem er. Þannig að við ættum alltaf að reyna að koma þessu yfir í einhverja típu og þá er við með svona optional properties sem við sjáum eftir eða að nota unknown típuna sem er í raun þannig að við getum ekki gert neitt við hana, hún getur innihaldið hvað sem er en við megum ekki framkvæma neina aðgerðir, við megum ekki kalla í to lowercase á eitthvað sem við höldum örugglega sé strengur án þess að vera búin að segja að þetta er strengur og ég er búin að athuga það og nú ætla ég að keyra þetta til þess að koma í veg fyrir keyslutíma villur. En við getum búið til interface þannig að ef við erum að taka við einhverjum gögnum í gegnum JSON, í gegnum eitthvað vefþjónustu eða eitthvað svoleiðis, þá getum við skilgreint formið á gögnunum eða hvernig gögnin líta út og við skilgreinum hvert property á þessum hlut sem við erum að fá og gefum því típu og svo típa getur í raun verið primitive típa eða eitthvað interface eða eitthvað type og það getur verið optional eða ekki og optional er merkt með spurningamerki og er kemur frá þessu og þetta er, ef þið hafið, mann ekki hvað þetta heitir í Java en í C# er þetta nullable types þannig að þú í raun segir explicitly ég er með hlut og hann getur verið optional nema þá er hann ekki nullable, hann er reyndar þannig að hann má vera undefined þannig að þetta er leið til þess að vera með í þessu undefined í JavaScript þar sem að ef við erum með eitthvað object og við erum ekki búin að skilgreina eitthvað property á honum þá er það property sjálfgefið optional, undefined segir
sama með breytur, af því að undefined þetta sérstaklega gildi. Síðan getum við verið með föll og þá getum við skilgreint það með bara fattaró eða lambda syntax. Þannig að þá getum við sagt þetta fall tekur við engu og skilja einhverju type, eða það tekur við num og þá getum við sagt líka hérna þetta er að vera tvíbúndur number og það skilar boolean og þá erum við búin að búa til og lýsa hvernig fallið sem að þessi hlutur getur unnið með lítur út. Og þá þetta farið að svipa svolítið til prop types sem við höfum skoðað núna í React og síðan valdur á því að þegar við notum TypeScript með React og þá þurfum við ekki lengur prop types af því að við getum bara nota typing system í TypeScript. Þannig að þá getur eitthvað svona litið út að við erum með eitthvað hérna, það er yfirleitt venja að skrifa stórt I fyrir interface fremst af því að þetta er ekki klasi eða típa, þannig að við erum bara, þetta er bara lýsing, við erum að lýsa gögnum sem þá einhver kategóri og kategóri á að eiga ID og á að eiga title og svo erum við með eitthvað product, það á að eiga ID, title, price, kategóri en er með optional description sem þá strengur. Þannig að þetta getur verið strengur eða undefined. Þannig þá erum við að segja hérna, þetta gæti verið ekki á hlutum sem að útfæri þetta interface. Og svo getum við gert þetta fyrir React komponentun okkar, að við getum verið með eitthvað i-props og það getur verið með children sem er með any, þó að það væri þá betra að segja react.react-node eða react-element og onClick það getur verið any eða við getum farið og fundið nákvæmlega hvaða típa þetta er. Þetta er button sem er að fara að taka við onClickinu og button skila frá sér HTML button click event. En síðan getum við búið til okkar eigin típur og þá þær öðruvísi en interfaces að þau getur verið samblanda af ýmsu. Þannig að við getum búið til mjög skrýtna típu hérna sem getur verið tala eða getur verið object sem er með einn lykil sem er foo, sem er strengur eða það getur verið strengur foo eða það getur verið null. Þannig að þá getur verið þessi hérna breyta sem að útfæri þessa típu getur verið eitthvað af þessum hérna gildum. Í raun allar tölur, þannig að það eru óendanlega mörg möguleg gildi eða þetta en aldrei hérna eitthvað annað en það sem við skilgreinum hér. Og þetta getur hjálpað okkur að vera með einhver ákveðin gildi og við vitum þau, þannig að við vitum að þetta sé strengur sem getur bara verið foo eða bar, einhver tala sem getur bara verið 0 eða 1 eða 2 og þá getum við dokumentera það í típun okkar og þá mun TypeScript passa upp á það að við getum aldrei verið með eitthvað annað gildi. Og þannig í raun bæði vitum við í raun að við séum í raun með eitthvað endanlegt, það er endanlegt hjá okkur hvað við getum unnið með hana og við vitum þá að við erum aldrei að fara að setja óvart eitthvað sem er öðruvísi inn í þetta. Síðan að lokum svona fyrir virknina í TypeScript, þá er generics leið fyrir okkur til þess að búa til svona endurnýtanlegan kóða fyrir almenna típur. Þá er þetta í raun svona, við getum sagt bara eitthvað any, þetta er eitthvað flókifall sem getur gert alls konar, það er bara any, eða við getum sagt þetta er fall sem getur tekið inn í raun mismunandi típur og aktað á þá típu og aðeins þá típu og skila þá sömu típunni og hún er þá tryggð í gegn típan. Þannig að þá er þetta yfirleitt að patternið er að setja eitthvað svona stórt T eða stórt G sem er þá í raun heitið á típunni sem að fer í gegnum hlutin eða virknina. Þannig að hérna getum við skilgreint identity fallið sem í raun tekur við hlut af típu T og skilar T. Þannig að þá er þetta getur verið í raun hvað sem er en það sem við viljum tryggja er í raun að ef ég sendi þetta streng þá skilist strengur. Þannig að þá getur ég skilgreint hérna að identity fallið mitt tekur inn fyrir þetta hérna tilvik hérna típuna string og þá veit TypeScript og mun segja mér að niðurstaðan sem kemur úr þessu hérna að þetta hérna verður string, ekki eitthvað annað. Og þetta er svona kannski, við munum aðeins sjá þegar við notum þetta í React, hvernig við þurfum að nota þetta með useState. En annars er þetta ánum svona, kannski svona aðeins flóknari eða svona meira bara svona advanced hlutur sem er samt mjög gagnlegur og hérna þið getið skoðað í framhaldinu. En svo er eitt sem að sníkaði sér inn með TypeScript 3.7
sem eru 2 virkjar sem eru búin að vera lengi í vinnslu hjá TC39 og þeir eru þess að 2, það er optional chaining og nullless co-oscillating operatornir. Þeir eru afskaplega handhægir. Ég myndi jafnvel segja að þetta séu uppáhalds operatorinn mínir. Það er svona optional chaining operatorinn er þannig að við skilgreinum spurningamerki punktur er virkinn og hann heitir svona optional property access virkinn en hann er líka stundum kallaður Elvis operatorinn af því að upprunalega var hann skilgreindur svona sem spurningamerki sem spurningamerki tvípunktur þó svo að tvípunktur sé ekki til staðar og ef við horfum á hann á hlið þá er hann þá minnir hann á sem að þetta heitir quiff sem að er þetta hárið eins og Elvis var með sem er svona ég geti jafnvel farið að setja í svona gott quiff með nógu miklu gili en þetta hann kemur Elvis operatorinn og þetta er operator sem leyfir okkur að drilla inn í hlut þó svo að eitthvað gæti verið óskilgreint í honum sem þýðir þá ef ég er með person og person á sér home og home á sér address en person gæti verið null og address gæti verið null að þá gæti ég samt sem áður farið inn og beðið þetta og ég fengi ekki null exception á leiðinni inn í hlutin og svo með það sem er að nullless coalescing operatorinn sem er þá spurningamerki og kemur beint úr C# og hann virkar svipað á short circuiting virkrin sem að leyfir okkur í raun að ef við fáum eitthvað gildi sem er false þá getum við skilað einhverju öðru en það er mjög óþægilegt út af því að 0 og tómistrengurinn eru false og það eru virkilega gildi sem við viljum stundum vinna með á meðan að þessi operator virkar bara á null og undefined þess vegna er hann ekki null heldur null-ish út af því að undefined er svona null-ish þannig að þá ef að gildi er null eða undefined þá getum við sagt spurningamerki eitthvað annað gildi og þá er það gildi tekið í staðinn fyrir undefined eða nullið. Sem þýðir þá að ef að því að einhvern tímann skrifa kóða sem lítur svona út. Ég er með eitthvað gildi sem á í grunninn að vera null. Svo ætla ég að athuga er til á person.home, person.home.address. Ef það er til þá á það að vera valueið. Þá getum við í staðinn sagt foo, spurningamerki punktur, bar, spurningamerki punktur, bas. Ef þetta er undefined einhvers staðar í keðjunni, ef þetta er null eða undefined, þetta er null eða undefined eða þetta er null eða undefined, þá munir þessi operator kick in og við munum fá default valueið null. Og þetta í stærri forritum getur verið afskaplega handhægt og sparað okkur mjög mörg spor. En þetta er komið og er í raun virt í Node 14 og nýlegum vefrum, þannig að þetta er alveg að detti það að vera bara stöðluð virkni í JavaScript yfir höfuð en þangað til þá þurfum við annarkvort að vera að nota TypeScript sem að transpilar þessu fyrir okkur eða einhverja aðra transpilar eins og Babel. Kíkjum aðeins yfir hvernig við getum notað þetta síðan áfram en þegar við nota Create React App þá getum við sagt við viljum nota Create React App með TypeScript og þá er bara stuðningur þannig að við getum sendt þetta inn þegar við notum npx Create React App nafnið á verkefninu okkar og þá er í raun búið að setja upp TypeScript, búið að setja upp linterinn fyrir TypeScript og búið að gera allar þessar stillingar og við getum í raun bara að byrja að forrita. Þannig að þá er það ekki flóknara en þetta. Og React og TypeScript þá er það þannig að við erum með skjöl sem við innihalda JSX sem við skýrum stundum .jsx þá skýrum við þau .tsx. Við fáum í raun týpur, við fáum typing frá React, í raun bara hvaða týpur React er með. Og síðan eins og ég sagði áðan, ef við erum með einhvern form event, þá getum við fengið í raun týpuna á honum og vita þá í raun, ef við erum með tökum við einhverju event hlut sem er að koma frá því smelt á klukkuna á taka, að þá get ég séð bara e.prevent default. Þá fæ ég bara autocomplete og það og ég veit út af því að þetta er eitthvað sem var til þegar ég smelt á taka að það er prevent default til og ég get kallað því það. Og þetta náttúrulega bara eykur
gleði okkar við forritun með því að við séum í raun bara fáum autocompletion og gleði og tryggjur okkur að við séum í raun að vinna rétt með eventin. Og svo, eins og ég sagði áðan, við þurfum ekki lengur prop types pakkan, heldur getum við bara notað interfaces eða types til þess að týpa hvernig komponentar okkar eru. Og síðan þegar við erum að nota useState hookin, þá er það í raun generic og við þurfum að segja út af því að hann getur tekið við öllu, en við viljum vera explicit og við viljum segja kæra useState hook, þú ert að fara að geyma streng eða boolean eða tölu eða fylki af tölum eða eitthvað, að þá sendum við inn í raun típuna sem við erum að vinna með hérna og þá vitum við í raun hvert gildið sem við fáum út úr hooknum er og hvaða gildi breytingarfallið sem að breytistatinu er með. En kíkjum núna áður en við tökum okkur pásu á aðeins meira advanced útgáfu af TypeScript projekti sem að er samt núna ættu við ekki, eða þið svona að taka fyrstu skrefin í þessu, ættu við ekki að þurfa að hugsa þetta út af því að ef við erum að nota eitthvað eins og Create React App eða svo við erum að nota eftir í Next og við segjum bara ég vil nota TypeScript útgáfuna af þér kæra framework eða hvað sem þú ert, þá fáum við allt þetta sett upp eftir best practices fyrir það project. En við erum þá hérna með einhver interface og við erum með eitthvað product hérna sem við erum að reyna að skilgreina og núna erum við búin að setja upp þannig að við erum með þetta tsconfig hérna og við erum að exclude node modules, við erum að fara að þýða index.js og hérna í raun hvað ætlum við að targeta? Við ætlum að targeta ES5 sem er orðið svolítið gömul, svolítið mjög gömul útgáfa. Þannig að við ætlum að reyna að transpæla þangað niður. Við ætlum að vera í strict mode og við ætlum að vera með force consistent casing and file names. Sem því í raun ef ég væri með index.js sem ætlar að inkludera hérna lib utils.ts og ég skrifa utils með stóru UI en ég vísa í það með litlu UI að þá fæ ég ekki vandræði af því að það getur gerst í stýrikerfum eins og Linux sem eru case sensitive í filesysteminu. Mac og Windows eru það ekki og það getur valdið vandræðum þegar við erum búin að skrifa eitthvað á Mac-anum okkar eða Windows-vélina okkar og keyrum það á Linux-vél og þá allt í einu fá einhverja skrýtna villur. Þetta er svona baktrygging fyrir því. En þá erum við með strict mode núna, þannig ef ég reyna að keyra þennan kóða þá með því að keyra hérna build, þannig ég ætla að segja npm run build og þá fæ ég villur frá TypeScript það að ég sé í raun að gera hluti sem að geta valdið villum. Þannig að þá getum við segja hérna, byrjum að laga kóðan bara svona, fáum snertum að þessu, byrjum við þetta vitlaust skjal hérna. Og við erum líka með linting í gangi, þannig að við sjáum þetta bæði hérna, þetta er villa frá TypeScript og þetta er villa frá ESLint, það segir unexpected any, specify a different type. Þannig að hérna er ég með eitthvað sem maður má ekki, þannig að ég má ekki setja form state sem foo af því þá verður að vera loading data eða error, þannig ég ætla að setja sem data, þá er þetta í lagi. Hérna ætla ég að vera með event og þá er þetta an event which takes place in the DOM og hann er í raun, nú get ég haldið hérna, ég get þá command hjá mér og ég get smellt á hann og ég get farið núna og ég get skoðað þess að hérna, þetta er bara eitthvað sem að Visual Studio kemur með og það er í raun hérna DOM definition skráin og þá get ég í raun séð í raun hvað er event sem kemur frá DOM-inu, hvað er það með? Það er jú með hérna target, það er með hérna prevent default, það er með stop propagation og það er með alls konar dót hérna og svo getum við jafnvel skoða hvað er að gerast hérna. Hér erum við með eitthvað interface sem er extender, event target, það er með eitthvað on error og þá er hérna verið að týpa þetta alveg í hörgul. Síðan erum við með þetta interface hérna. Hérna getum við síðan séð hvernig við getum í raun verið með eitthvað interface sem eru props en ég veit hins vegar að þetta gæti hugsanlega verið null þannig að ég gæti gert það þannig ef ég ger þetta svona að þá verður þetta í raun óleyfilegt
út af því að props ekki skilgreint sem að megi vera null, þannig ég fæ null is not assignable to type i props, þannig ég geti þá annarkvort búið til nýtt type sem segist vera hérna props or null, sem þá í raun bara ný týpa, sem þá annarkvort þetta interface mitt eða null, eða það sem yfirleitt gert að búa til breytuna þannig að hún í raun dýnamískt sögð vera annarkvort þetta eða null, og þá í lagi fyrir með skilgreinum null á henni. Svo hérna þetta sem að við vorum með áðan, svona líkt í, að sem við vorum hugsanlega með eitthvað sem var null, þannig að þá bara fyrir það fyrsta þá get ég ekki skilgreint að þetta gildi verði null, út af því að það má ekki verða null, af því ég segi það hér. Þannig ég verð þá að vera explicit, ok, þetta gæti orðið null, og hvað þýðir það þá fyrir restina af kóðanum mínum? Ok, þetta í lagi, en það þýðir að ég get ekki bara kallað í .title út af því að þetta gæti verið possibly null, og þá fæ ég villu hér, og það myndir náttúrulega leiða til keysluvillu. Þannig að þarna ég verið 99% tilfella að vera þetta í lagi, en síðan einhver hluta vegna fæ ég frá vefþjónustunni, það bara klikka eitthvað í servernum mínum og ég fæ bara tóma title, og þá allt í raun springur viðmótið hjá notandanum. Það ekki gaman. Þannig að þá getum við notað þennan Elvis operatorinn og nullis coalescing operatorinn til þess að passa okkur gegn því að vera óvart að fá null einhvers staðar. Þannig að hérna erum við að passa það að við fáum ekki null, af því að hérna þetta er possibly null, þetta var líka possibly null, þannig að þetta leyfir okkur að fara út keðjuna. Ef að titillinn er ekki skilgreindur, þá verður hann null, þá vitum við það. Þá þurfum við að gera ráð fyrir því í framhaldinu. Hérna áttu string, svona, þetta er komið hérna, og þetta mátti ekki vera þarna. Þannig að það er svona. Þannig að núna ætti ég að geta compilað forritið mitt. Það er komið hérna, það er komið hér getum við séð hvernig þessi kóði lítur út. Hérna er alls konar check á þessu. Og ég get þá keyrt það núna með node index.js, og þá keyrir bara út þetta sem við bara skilgreinum með console-logina. En svo skulum við ekki fara nánar í það hérna, en hérna erum við með React, Create React App með TypeScript, en við ætlum að skoða það nánar núna þegar við skoðum hérna í næsta fyrirlestri með Next.js. Nei, ég er nú aðalega að setja console-logi hérna svo ég fá ekki bara að sé ónotaðar breytur. Nei, við getum alveg sagt hérna, við ætlum að fara að gera eitthvað, þetta á að vera titillinn á síðun okkar, á að vera vöruheitið. Þá getum ég bara búið til breytu sem heitir hérna title, og þá er ég bara búin að assigna þessu í breytuna, og þá er hún núna string eða null, þannig að þá getum ég sagt hérna if not, eða bara if title, þannig að ég veit að titillinn er skilgreindur, þá getur ég sagt document.title jafnt og title, og þá er ég ekki fara að setja null sem title, þá myndi ég fá bara eitthvað object í titillinn á síðunni minni. Þannig að þetta er að krefja okkur það að passa upp á að við séum ekki að nota hlutin einhvers staðar þar sem að hann gæti verið öðruvísi en við gerum ráð fyrir, bara út af því að við bara gleymum okkur eða við bara föttum það ekki eða eitthvað. Þannig að hann er tölvan alveg að vinna sína vinnu, að passa upp á okkur og gera þetta leiðilega, sem er að vera pedantic og segja well actually, þetta gæti verið null. En við skulum taka okkur 10 mínútna pásu og byrja aftur 5 mínútur yfir.